og sagðir við mig ég vinur þinn. Elsku Jesús minn, elsku Jesús minn, elsku Jesús minn. Halleluja. Amen. Takk Jesús. Amen. Faðir, við elskum þig. Faðir á himnum, hver við elskum þig. Faðir á himnum, hver við elskum þig. Við upphefjum þinn nafn á jörð. Við ríkið þitt koma, við lofum þig. Og sem líður þig, við kunngjörðum þig verk. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, sem varst og ert og kemur senn. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, eilífð ríkir þú. Faðir á himnum, hver við elskum þig. Við upphefjum þinn nafn á jörð. Megi ríkið þitt koma, við lofum þig. Og sem líður þig, við kunngjörðum þín verk. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, sem varst og ert og kemur senn. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, eilífð ríkir þú. Ó, Faðir á himnum, við elskum þig. Við upphefjum þinn nafn á jörð. Megi ríkið þitt koma, við lofum þig. Og sem líður þig, við kunngjörðum þín verk. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, sem varst og ert og kemur senn. Blessað sé þitt nafn, Guð minn hæstur, eilífð ríkir þú. Eilífð ríkir þú. Eilífð ríkir þú. Amen. Amen. Davíðssálmur 18 áfram. Hann er kallaður konungssálmur. Það hafi þetta aðeins svona til þess að verði bara tekið upp ef þetta fyrir inn á tæki. Og notaði mikrofónu líka. Og þessi Davíðssálmur 18, hann er afskaplega merkilegur að mörgu leyti. Það er álitið að hann hafi verið saminn svona í kringum það þegar Davíð er að glíma við Sál, tengdaföður sinn, fyrrum konung, fyrsta konung Ísrael. Og þá segir hann þetta við okkur, auðvitað, fara með ykkur inn í vers 21. Þegar Davíð er að lofa drottun og segir, drottinn
Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleik handa minna geldur hann mér. Því ég hef varðveitt vegu Drottins, ég hef ekki reynst ótrúr Guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augum og boður hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lýtalaus fyrir honum, gætti mín við misgjörðum, fyrir því galt Drottinn mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleik handa minna, fyrir augliti hans. Gagnvart ástríkum, ert þú ástríkur, gagnvart ráðvöndum, ráðvöndur, gagnvart hreinum, hreinn, en gagnvart rangsnúnum, ert þú afundinn. Þú hjálpar þjáðum líf, en gjörir hrokafulla niður lúta. Já, það lætur lampa minn skína, Drottinn, Guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Það að fyrir þína hjálp brýt ég nú múra, fyrir hjálp Guðs mín stekk ég yfir borgarveggi. Svo endar með því, ég ætla að lesa þetta. Vegur Guðs lýtalaus, orð Drottins hreint, og skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Amen. Og ef við kvart yfir vegi Drottins þá munið þið, hann lýtalaus, en það kannski eitt og annað að hjá okkur. En við erum ekki endilega státa okkur að því að vera lýtalaus, en Guð lítur á okkur samkvæmt þessum orðum. Það réttlæti Guðs sem hefur upp líðin, en syndin þjóðanna skömm. Þannig að þetta fer allt í sama farveg. Erum við bænarefni sem við viljum leggja fram fyrir Drottinn, áður en við höldum lengra áfram. Við erum verið í Jerúsalem. Hvað segirðu? Við erum verið í Jerúsalem. Við erum verið í Jerúsalem, byggjum fríðar fyrir borginni, og ég held að það sé alveg rétt hjá okkur að byggja fyrir þeim röddum sem að hafa verið að hrópa hér á Íslandi að gyðingar verði útskúfaðir. Þeir fá ekki að taka þátt í Eurovision vegna þess að þeir eru árásar aðilinn í Gaza-stríðinu. Þannig að menn viti það ekki, eða vilji ekki vita það að það var ráðist á gyðinga, og nú komið að því að spádómar rætast sem tengja okkur við Gaza. Guð gerir sitt í leið. Og því Guð réttlátur Guð, og hann lætur ekki hina þjáðu stöðulega þjást. Hann grípur inn í og upphefur líf sinn, samkvæmt Davíðssálmi 18. Og við skulum biðja fyrir íslensku þjóðinni, að við munum heyra raddir sem segja látið gíslana lausa, gefið gyðingunum frið, veitum þeim það sem að þeim ber. Þeim ber blessun, þeim ber virðing, þeim ber það að Guð elskar þá og þeir verða að þekkja Guð og veg hans í Jesú nafni. Er við sammála? Amen. Biðjum henni Síle á. Síle, hún var fyrir, það kom blóðtappi allavega, en við skulum alltaf biðja fyrir henni. Þetta búið að vera svona nokkri blóðtappar sem hafa komið, en Guð getur gert alveg stórkostlega kraftaverk þar líka. Ef ykkur aðri sjúkdómar eru sem að þið eru að biðja fyrir, við biðjum líka fyrir þeim. Við getum hastað á þá í Jesú nafni. Ekki það að við séum eitthvað svo voðalega stór, heldur nafn Drottins á meðal okkar. Það það stóra. Ef að rísa fætur sveit, Drottinn. Þakkaði fyrir að við biðja fyrir þessum bænarefnum, biðjum fyrir þjóðinni, biðjum Jerúsalem friðar, biðjum gyðingum réttlætis, Drottinn minn, biðjum þess að Íslendingar, þeir hrópi annað heldur en ókvæðis orð gagnvart gyðingum. Þeir biðji til þín, Drottinn minn, að friður, kærleikur, sátt og sammenning við því megi einkenna þessa þjóð. Drottinn, við munum elska gyðingana, þetta eru bræður þínir, og takk elskari Herra að þú vil gera þetta dýrlega. Og nú biðjum líka fyrir þeim sem sjúkir eru, biðjum fyrir Sílu, biðjum fyrir þeim sem við erum að biðja fyrir. Það fólk með krabbamenn og glímir við alls konar sjúkdóma, Drottinn minn. Í Jesú nafni þá bjóðum við lausn, þá bjóðum við lækningu, og við segjum, Drottinn minn, í þínu nafni víki burt sjúkdómar, þá víki burt erfiðleikar og þjáningar, og nafn þitt verði upphafið á meðal okkar í dýrð, í vegsemd, í heiðri og í kraftaverkum og táknum. Í Jesú nafni. Amen. 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 Svo þetta Kitja að tala til okkar eftir, en áður en við höldum áfram þá ætlar Marta að koma til okkar, og hún ætlar að samansafna því sem við viljum leggja í Guðskistuna. En það verður bænastund hérna á þriðjudaginn klukkan 5.
day. Lord Jesus, we are here to worship you with the substance that we received from your hand. Lord Jesus, we ask you to accept it. I pray in the name of Jesus. You are my Savior God. You are my beloved friend.
Lofaði drottin minn, halleluja. Það segir í Matteus 8, 16, 17 að hann tók meinvor, hann bar sjúkdómavora og við viljum lofa hann fyrir það í dag. Við viljum lofa þig Jesús fyrir að þú barst sjúkdóm okkar, halleluja. Þú barst meinvor. He heals all our diseases. Segir í Opinberunarbókinni að andinn segir kom þú drottinn Jesús, brúðurinn segir kom þú drottinn Jesús. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so,
soul, oh, it longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, oh, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my soul. Even so, come, Lord Jesus, come. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in the temple. Oh, Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus,
Lord in the earth. Thank Him. Glorify Him. Worship Him. He is worthy to be praised. Hallelujah. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Worship you. Vi lover, vi lover, vi lover, vi lover, vi lover til vår Gud. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ribadila rabakasandili ribidiri. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship the Lord in the heavens. We worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Oh Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou Martha, you want to come here? Hallelujah. Just lead us in, how you lead us in praise on Tuesday, just do it today. Teach us how to thank the Lord. Amen. Lead us in thanksgiving. Amen. Amen. Lord Jesus. Now, Lord Jesus, be Jesus. glorified. Let's thank Him. Let's speak it out. Amen. Let's thank Him because we received many. We have many reasons to thank Him. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. We thank you together. Jesus, 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 Jesus. This is a great privilege to be with you, Holy Spirit. To be here, Holy Spirit. Therefore, we thank you. We thank you, Jehovah. We glorify you, Jehovah. We thank you, Jehovah. Thank you for this beautiful weather. Thank you for Jesus. Thank you for all the gifts you have given us. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you for the good health. We thank you for our family. Jesus, we have many reasons. Many reasons. It's uncountable, Jehovah. It's uncountable, Jehovah. Therefore, we thank you. We thank you. We thank you. We thank you. We can't pay. We cannot pay for it, Jesus. But we can say thank you. You deserve the glory. We thank you, Jehovah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. You are our Father. You are our God. You are our Savior. You are our provider. You are our protector. Therefore, we thank you, Jesus. We have many reasons. We have many reasons to thank you, Jehovah. Many reasons, Jesus. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you for the peace that you have given us. We thank you for the good life that you have given us.
deserve the glory, Jesus. We thank you, Jehovah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We love you, Jesus. We adore you. We worship you. We lift you up your name, Jesus. You are great for us. Your love is great. Your doing is great. You are our Savior. You are our Father. Oh, Shagabaya. You are our guardian. Oh, Jesus. Oh, Shagabaya. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. Jesus, thank you. Your love is great. Your doing is great. Oh, Shalabaya, Sakalabaya. We thank you for your unfailing love. Jesus, thank you. Jesus, thank you. You are worthy. You are worthy, Jehovah. We thank you, Jesus. Hallelujah. Let's thank you, Jesus. There is none like you. You are worthy of honor, God, you are worthy of glory. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. You are worthy of honor, God, you are worthy of glory. There is none like you. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen, það er gott að lofa drottin. Húsdrottinn segir til að lofa drottin. Amen. Það er bara hreinsun fyrir sálina að lofa Guð. Það eru margir hérna með dísilbílar sem eru að láta hreinsa sótsýru á þessum dögum og ég veit allavega 3 og ef það kemur sót í sálina að þá er gott að hreinsa hana með kröftugri lofgjörð. Amen. Fyrir sig Guði. Ég ber ykkur kveðju frá Mike og Shirley. Við vorum að koma frá Bandaríkjunum á síðasta mánudag og við heimsóttum vini okkar Mike Bradley og Shirley Bradley og þau voru hérna með okkur í kirkjunni 1995 til 1996. Við vorum að skoða myndaalbúm frá þeim árum þar sem salurinn var fullur af börnum og það voru hérna dansraðir og ég sendi sjálfa myndir af börnunum hans þar sem þau voru hérna í lofgjörð að lofa Guð og við vorum að skoða myndir þar sem þessi salur var með borðum á jólaháttíð og hann var fullur af fólki og einhver söng gömlu dagana gefðu mér, aðrir syngja gamla tímans vakning gefðu. Ef við ekki taka þann söng heldur, að við viljum upplifa Davíð, hann bað Guð að gefa aftur þann tíma sem hann hafði lofað Guð og fagnað og hann var að fara í gegnum tíma þar sem sál hans var beygð en svo segir hann, því ertu beygð sála mín, lofaðu Guð, því að enn er von. Amen. Og það er svo gott að lofa Guð. Þannig það er kveðja frá þeim. Mér langar líka að segja ykkur frá því að það var einn af okkar kynslóð að falla frá, hann Hallgrímur Guðmannsson og þá að jarða hann á þriðjudaginn á Selfossi, klukkan 1 eða 3. Já. En hann er einn af þessum gömlu stólpum úr kirkjunni okkar, eins og pabbi og eins og pappa Snorra, að þessi kynslóð, hún er að hverfa.
Þannig að við viljum bara heiðra minningu hans í dag. Hann var forstöðumaður á Selfossi í mörg ár og hann fór landið og ég man að hann sendi mikið af bréfum til Rúmeníu á sínum tíma og hann einn af þessum gömlu og góðu stólpum sem að falla frá. Það 27. 27. Já, það ekki núna. Nei, ok. Já. En mér langaði að tala efni í dag sem að þessi gömlu töluðum og áður en að það gleymist alveg vegna þess að það komin ný kynslóð og það eru aðrar áherslur og Biblían segir að við þurfum að halda þessu gamla og bæta við þessu nýja. Við þurfum að halda í það sem gott og taka á móti því sem nýtt. Og í Matteusar Guðspjalli 7. kapítula og 19. vers til 20 og 21 Matteus, þar segir: safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir, þjófar brjótast inn og stela, safnið yður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð, og þjófar brjótast ekki inn og stela. Og mér svo gott að lesa þetta vegna þess að það eins og þeir sem að gera illt og þeir sem að gera rangt í dag að okkar heimur hreinlega bara verndar þá, en hér sjáum við það í himninum að þar verður lög og réttur og þar eru ekki þjófar sem komast inn til að stela. En svo segir hér: því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Og spurningin, þetta góð spurning, hvar fjársjóður okkar í dag? Páll postuli, hann sagði þegar hann var að kveðja Efesusmenn að þá sagði hann: ég búinn að gefa allt sem ég á og þessar hendur unnu fyrir öllu því sem ég þarfnaðist og ég var með ykkur og ég var engum ykkar til byrði. Og svo segir hann: minnugur orða Jesú Krist að sælla að gefa en þiggja, sagði Páll. Sælla að gefa en þiggja. Og ég fengi að upplifa það að það sælla að gefa en þiggja og stundum kannski erfiðara að taka á móti heldur en að gefa. En hvað með það? Mér langar að tala efni sem að ég held ég hafi talað í 30 ár og það heitir tíund. En við skulum hafa smá inngang inn í það að í Markúsar Guðspjalli 12. kafla að þá var Jesús Kristur, hann var að fylgjast með, það var verið að taka fórnina og mér datt í huga ef maður hefði nú leikið það fyrir ykkur að þá hefði maður labbað með henni mörtu hérna og fylgst með, já, þú ert að gefa þetta og þú ert að gefa þetta. En Jesús Kristur, hann var alveg ófeiminn við að fylgjast með hvað menn gáfu. Og hann sá hvað menn settu í baukinn og svo tekur hann til máls. Og við skulum lesa hvað hann segir. Þetta 12:41. Nei, Markús 12:41. Þá settist Jesús gegnt fjárhystlunum og horfði á fólkið leggja peningana í hann. Og hugsið ykkur ef við myndum hafa fórnabaukinn hérna í sumum kirkjum fórnabaukurinn hérna frammi og fólk kemur og setur tíundina eða gjafirnar í. Hann settist bara hérna og bara, já, horfði á allt liði koma. Ég meina, Jesús var alveg ófeiminn. Og mér finnst það svo gott og það er það sem við þurfum líka að vera. Við þurfum að vera ófeiminn. Og ég man eftir manni sem, já, hann hitt Páll Laxelsson, ég held ég mig alveg nefna. Hann var ófeiminn. Sonur hans líka ófeiminn. Og þegar hann var verið að taka fórnina, ef að Palli var með 5.000 kall og hann ætlaði að gefa 2, þá tók hann tilbaka. Hann var alveg ófeiminn. Hann ætlaði að gefa 2, hann tók 3 tilbaka.
Ég hugsa að ég hefði verið ófeiminn til að gera það. Palli var mjög sérstakur maður. En Jesús hann horfði bara á. En spurningin þegar við tölum fórnargjafir og tíund og allt þetta, þá kemur alltaf, já, vantar pening núna í kirkjuna. Nei, kannski vantar því þennan fjársjóð á himnum. Kannski vantar því að leggja inn á bankabókin á himnum. Af því að það sem Jesús að segja hérna, að við getum safnað okkur fjársjóðum á himnum. Og hvort sem að þú gefur fórnargjafir hér eða annars staðar, þá þetta alltaf til hans. Og það það sem að mig langar að bara benda okkur á í dag. Og við heyrum fyrst talað tíund í 1. Mósebók 14. Og það Abraham. Margir halda að tíund sé eitthvað sem Pytharssonar-kirkjan fann upp til þess að leggja kvaðir á safnaðarmeðlimi, en það var Abraham sem borgaði. Aðrir halda að tíund hafi komið í gegnum Móselögmálið, hún gerði það, en Abraham gaf Guði tíund áður en að Móselögmálið kom. Og í 1. Mósebók 14 og 10 þá lesum við að Abraham hann gaf tíund, og mér langar að þið takið líka eftir hver tók á móti tíundinni. Það segir hérna í 14 vers, það ekki vers 10, það við skulum sjá, við skulum lesa hérna frá versi 17. Hann var þarna í stríði við Kedorlaómer konung og fleiri konunga frá Sódóm og Gómoru, og þegar hann hafði sigrað þá kemur hann í Kóngsdal og þar hittir hann mann sem hét Melkisedek, og hann var bæði konungur og prestur. Það var einn sem hefur bæði verið konungur og prestur. Það var Melkisedek. Aðrir voru bara konungar og síðan voru prestar. Og hann hittir hann og hann segir, blessaði Abraham og sagði, blessaðu sé Abraham af hinum hæsta, Guði skapara himins og jarðar, lofaður sé hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur. Og Abraham gaf honum tíund af öllu. Hann gaf honum tíund af öllu. Og Hebreabréfið talar þennan Melkisedek, hann móðurlaus, föðurlaus, og hann eiginlega, ef ég man rétt, ættarlaus, og þannig að það eiginlega 100%, 102% öruggt að þessi maður stendur fyrir Jesú Krist. Þannig að Abraham, hann var að gefa Jesú tíund. Það var bara það sem mig langaði að við, hann vildi gefa honum tíund. Síðan kemur hann Jakob í 28. kaflanum vers 22, og þar talar Jakob við Guð, og hann segir, hann gerir Guði heit, hann segir í 21. versinu, 28. kaflanum í 1. Mósebók, ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns, þá skal Drottinn vera minn Guð, þessi steinn sem ég reist til merkis skal vera Guðs hús, og ég skal færa þér tíundir af öllu, sem þú gefur mér. Og það það sem sumir ekki fatta, að Guð, allt sem þú átt hefur Guð gefið þér. Að þú bara að gefa honum af því sem hann hefur gefið þér. Amen. Amen. Og orðskviðirnir 11:24 segja að sumir halda í meira en rétt orðskviðirnir 11:24 sumir og verða hvernig segir það? Orðskviðirnir 11. Einn miðlar öðrum að örlæti eignast það meira en annar heldur í meira en rétt og verður þó snauðari. Þannig þetta svona lögmál. Einn miðlar öðrum að örlæti eignast það meira, annar heldur í meira en rétt og verður þó en snauðari. Þannig að mér langaði bara að gefa ykkur þetta vers eða okkur, og þá kemur þessi spurning,
Og ég man að það voru heilmikla bollalikningar, það voru nýjir söfnuðir að koma hérna í gang í kringum 1990 og þá man ég að það var eins og spurt, hvað á að gera ef einhver kemur borgar ekki tíu? En þá tölum við viðansaðir. Og spurningin fyrir okkur, þetta skylda? Skylda að gefa Guði tíu? Hvað sjáum við með Abraham og Jakob? Var Guð að biðja þá að gefa eitthvað? Nei. Þeir bara vildu gefa það. Og málið að tíund lofgjörð. Tíund lofgjörð til Guðs. Sko, þú lofar Guð með vörunum, þú lofar Guð líka með því hluta því sem þú hefur gefið, sem hann hefur gefið. Og Orðskveðirnir 3:9 segja okkur, þigna drottinn með eigum þínum með frumgróða allrar uppskeru þinnar. Þá munu hlöður þínar verða nægtafullar, vínberjalögurinn flóa út af vínlagar þróm þínum. Þannig að þegar við gefum Guði tíund af eigum okkar, þá erum við að tigna hann og við erum að segja drottinn, þú ert mín uppspretta. Ég búinn að komast að því að allt sem ég á hefur þú gefið mér, þú hefur gefið mér heilsu til að vinna og þess vegna vil ég gefa þér tilbaka og ég vil lofa þig. Og það er sagt frá frumgróða, hér talað frumgróða og í 3. Mósebók, 23. kafla, 10. versi, að þá talað frumgróða fórn. Og vitið þið hvað ég gerði þegar þeir gáfu frumgróða fórnina? Að þeir veifuðu kornbundinu frammi fyrir drottni sem þeir voru að gefa, þannig að það var lofgjörð til drottins. Þannig að þegar við gefum Guði fórnagjöf, að þá megum við alveg veifa og lyfta höndum til hans og segja drottinn, ég að gefa þér af því sem þú hefur gefið mér og ég lofa þig og ég þakka þig fyrir að þú hefur blessað mig, þess vegna ég að blessa þig tilbaka. Það var 3. Mósebók 23:10. Ef við fáum það upp. 23:10. Að það var frumgróða fórn. Ávarpaði Ísraelsmenn og segðu þegar þið komið inn í landi sem ég gef ykkur og skerið upp þar korn, skuluð þið færa prestinum fyrsta kornknippið af uppskeru yðar. Það er líka önnur ritning í 5. Mósebók 14:22. 5. Mósebók 14:22. Við langar bara að sýna ykkur þessar ritningarstaði. Af því að þegar við tölum gjafir og fórnagjafir, að ég skrifaði hérna niður, það geta verið gjafir, það getur verið heimska og það getur verið lofgjörð. Sjáðu, það getur verið gjafir af nauðung, það getur verið lofgjörð til Guðs og það getur líka verið heimska. Og ég ætla aðeins að koma inn á það sem ég kalla heimsku. Á hverju ári skaltu taka 10 af allri uppskeru þínu sem akurinn af sáðkorni þínu, sem akurinn gefur af sáðkorni þínu. Þetta var lögmál og þetta gerði þeir til þess að heiðra Guð. En þegar ég tala heimsku, að við höfum séð að og margir hérna sem eru guðlausir nota þetta gegn kristnum. Já, og það var sagt einhvern tímann konu sem kom hérna í kirkjuna og hérna, já, á ekki pastorinn jeppa? Jú, hún sagði hann á jeppa. Og ég var þennan jeppa ennþá, ég er búinn að eiga hann í 22 ár, hann er svona 200 svona vill í dag og ég keypti hann og hann hefur nýst mér vel og ég borgaði hann af laununum mínum sem ég vann mér inn hjá Icelandair og hann var ekki tekinn af tíund eða fórnagjöfum en hins vegar voru tíundur og fórnagjafir á þessum tíma fyrir prestana. Tíundur og fórnagjafir átt að vera fyrir levítana
og prestana. Og við lesum það í 4. Mósebók líka. En ég ætla aðeins að koma inn á þetta með heimskuna að ef þið farið á netið þá getið þið séð fullt af svona spámönnum og alls konar mönnum þeir segja ef þú sendir fórnargjöf þá mun Guð lækna þig. Þetta kalla ég heimsku. Vegna þess að Páll hann talar í 2. Korinthubréfi 2:17 hann segir við erum ekki eins og þessi mörgu sem erum að pranga með Guðs orð. Páll vann fyrir öllu sjálfur og hann sagði ég á rétt á því að taka fórnargjafi frá okkur, ég vil það ekki. Ég vil blessa ykkur, ég er faðir ykkar og feðurnir þeir eiga að sjá fyrir börnunum. Þetta var hjarta Páls. En samt sem áður var predikaði Páll það að það væri sælla að gefa en þiggja. Þannig að þetta er ekki, þegar við erum að tala þessa hluti, að þá er það ekki endilega af því að við viljum fá meiri pening. Þetta er lögmál og þetta er líka lögmál fyrir heilsuna að þú gefur drottni af því að hann gaf þér heilsuna, þá gefur þú honum aftur af frumgróða uppskerum þinnar. Og ég man að ég fór einu svona samkomur að það var hjá svona spámanni að þá var mikið pressa á að gefa. Og ég man að maður bara svona fann fyrir bara þrýstingi og ég man að það var sagt sko ef þið gefið meir en $10,000 þá megið þið koma hérna fram og þeir megið hitta mig. En þeir sem gáfu undir því að þeir voru bara svona venjulegir. Og það er þetta sem að ég vil segja er ekki Guði þóknanlegt. Þetta er heimska, þetta er að vera að versla með Guðs orð og nota Guðs orð sér til framdráttar. Og það er ekki það sem Biblían er að tala þegar er talað fórnargjafir. Fórnargjöf kemur alltaf af fúsum og frjálsum vilja. Og ég man að þegar við keyptum einu sinni diskotek út í Gróf fyrir mörgum árum og þá vorum svona 20 manns og keyptum diskotek. Ef ég færi það upp á núbyrði þá geti það verið svona 120-130 milljónir og við vorum 20 manns og við áttum engan pening og ég man að við settum bara ákveðið plan, við ætlum að borga svo og svo mikið á ári og við borguðum á 6 mánaða fresti og við höfðum svona fundraising dinnera og við skárum að netum kallarnir, konurnar bökuðu svona himnabrauð og við fórum með það í Netto en á meðan á þessu stóð og það var svolítið pressa að kaupa þetta hús að þá gáfum við alltaf til Filippseyjar. Alltaf fyrsta dag hvers mánaðar þá vorum við að styrkja starf á Filippseyjum og fórnargjöfin frá okkur kom alltaf á undan. Og Guð, hann blessaði sem sagt okkar verk. Þetta var bara mín trú sem pabbi minn hafði kennt mér að við gáfum fyrst. Við gáfum alltaf fyrst Guð. Og þetta gerði pabbi þegar hann tók við Síón á Siglufirði að það voru 90.000 til í sjóði og hann ætlaði að fara að laga húsið, hann gaf í burtu í trúboð 60.000 og síðan treysti hann Guði fyrir því að blessa og Guð blessaði. Þannig að þetta er svona ákveðið grundvallar atriði að tigna drottinn með frumgróðan. Nú, í konungabókunum að þá er talað hvernig Guð, hann sér fyrir sínum í þrengingu. Og ég ætla bara að minnast aðeins á hann Elía þegar hann kom til ekkjunnar og það var hungur í landinu, það var hallar í landinu. Þetta er fyrri konungabók 17:7 að hann kemur þarna til ekkju og hann er spámaðurinn og Guð segir honum að fara þarna. Og ekkjan, hún átti ekki neitt. Hún var að tína saman bara nokkra viðarkvisti og ætlaði að baka eina köku fyrir sig og son sinn og svo ætlaði hann bara að fara heim og deyja. Og já, hann má setja þetta aftur upp. Þetta var, og næsta vers
nokkur síðan þornaði lækurinn, þá kom orð drottins til Elía og áfram. Búðu þig og farðu til Sarepta. Þegar hann kom að borgarhliðinu var þar ekkja nokkur að tína saman sprek. Hann kallaði til hennar og sagði, farðu með vatnssopa í krús að drekka. Hún svarar áfram. Þegar hún fór að sækja vatni, kallaði hann til hennar, farðu með brauðbita leið. Áfram. Hún svaraði, svo sannarlega sem drottinn Guð þinn lifir á ég ekkert brauð. Ég var aðeins mjölhnefa í krukku og örlitla olíu í krús. Ég að tína saman nokkur sprek, síðan ætla ég heim, matreiða þetta handa mér, syni mínum, þegar við höfum matast getum við dáð. Áfram. Elía sagði hann óttast ekki, farðu heim og gerðu það sem hún sagði. En bakaðu fyrst lítið brauð og farðu með síðan og síðan skaltu matreiða handa þér og syni þínum. Áfram. Því svo segir drottinn Guð Ísraels, mjölkrukkan skal ekki tæmast, olíukrúsin ekki þorna, fyrir en drottinn lætur rigna á jörðina. Og áfram. Ekkjan fór og gerði eins og Elía hafði sagt, höfðu hún og Elía og sonur hennar öll nóg að borða langa hríð. Með þetta svo frábært að í þessum kringumstæðum að þá kemur þetta að bakaðu fyrst handa mér. Og ef einhver segir, sko, gerðu drottni fyrst, að þá þetta alltaf spurning trú. Hún gæti sagt nei, ég ætla bara að baka handa mér og syni. En Guð, hann reyndi hana og hún stóðst prófið og þau höfðu öll nóg að borða. Og ég var að hugsa að Guð á þrengingatímum, ef við trúum og treystum á hann, þá margfaldar hann alltaf það sem við tignum hann með. Guð margfaldar alltaf það sem við tignum hann með. Hann gerði það með brauðin og fiskana, hann gerði það fyrir þessa konu, hann gerði það líka fyrir aðra konu sem átti bara olían hætti ekki að renna fyrir að hún hætti að ílátin urðu urinn. Þannig að Guð, hann er okkar Jehóva, hvað segir við, djæra. Hann er okkar Jehóva djæra. Þannig að gefa Guði tíund af frumgróðanum, það er lofgjörð. Það er ekki skylda. Það verður hver og einn að finna það hjá sér. Það er lofgjörð til hans og þetta lærði ég og þetta vil ég líka kenna að þetta er blessun og þetta er Guði þóknarlegt og þetta gefur Guði tækifæri til þess að blessa þig til baka. Nú að lokum hérna nokkrar ritningar úr Korintubréfinu, ef við förum í 2. Korintubréf 8 og 1. 2. Korintubréf 8 og 1. Ég ætlaði líka að segja að þessi kirkja hefur verið mjög gjafmikil og þið hafið blessað. Ég tala eiginlega aldrei þetta og ég er ekki að tala þetta til þess að þið gefið meira. Ég er að tala þetta af því að þetta er orð Guðs til okkar. Það hefur aldrei verið skortur í þessum söfnuði. Við höfum gefið frá mikið. Við höfum gefið frá okkur mikið af því að Guð hefur blessað okkur. Og ég veit að Guð, hann hefur blessað ykkur líka. Það segir hérna, við lesum frá fyrsta versinu, 2. Kor 8. En svo viljum við bræður skýra yður frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðinum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur ríkdómur gleði þeirra og hinn djúpa fátækt leitt í ljós nægð örlætis hjá þeim. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur ríkidómur gleði þeirra. Hugsið aðeins þetta vers. Það er þrenging, það er djúp fátækt og það er bara, þau eru ríka gleði. Það er bara gleði. Fátækt, þrengingar og bara allt dómulegt og það er bara gleði. Amen. Já. Þrátt fyrir þessar miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna,
hefur ríkidómur gleði þeirra og hinn djúpa fátækt leitt í ljós gnægð örlætis. Hugsið ykkur, að það kemur örlæti þrátt fyrir þrengingu og fátækt. Og hver gerir svona nema bara Guð? Og það hérna nokkur vers, þar sem hann er að tala hérna áfram í þessum kafla, þá segir hann, ef viljinn er góður, vers 12, er hver þóknanlegur með það sem hann á til og ekki farið fram á það sem hann á ekki til. Það er ekki farið fram á það sem hann á ekki til. Og þannig að Guð, hann er ekki þessi Guð sem er að pressa því, þú verður að gefa. Og sumir segja, sko, ég man að á þessum samkomum sem ég var á, að þá er pressan að gefa núna. Ef þú gefur ekki núna, að þá getur þú mist af Guðs náð. Það er ekki Guð. Ég bara trúi því ekki að það sé Guð. Guð, hann er miskunnsamur, kærleiksríkur og hann er eins og faðir. Hann er ekki að pressa okkur eða að reyna að hafa af okkur. Það er ekki farið fram á það sem þú átt ekki til. Síðan kom við í 9. kaflan, minnst það mjög góð vers hérna, 9:6, þar segir, 2. Korinthbréf 9:6, sá sem sáu sparlega mun og sparlega uppskera, sá sem sáu ríflega mun og ríflega uppskera. Og svo kemur þetta vers, sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Ég skipti einu sinni skoðu þegar ég fór á samkomu í Fíladelfíu fyrir mörgum árum. Það var gestapredikari og hann sagði, ef þú ert að gefa eitthvað klink eða eitthvað svona sem er ekki eins og nóg fyrir ís, að þá skal þetta ekkert vera að gefa. Ég var með 5.000 kall tilbúin og alltaf að gefa sem var mikill penningur þá, ég var á sjónum og ég hætti við að gefa af því að mér líkaði ekki þetta attitúd. Mér líkaði ekki þetta viðmót fyrir gefið. Þannig að, sko, sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér. Ég skipti skoðun og ég fekk nýjan ásetning. Ég hætti við að gefa í það skiptið. Þannig að, sjáðu, að við eigum að gefa eins og við viljum, eins og Guð talar til okkar. Og við eigum að tegna Guð eins og er í hjarta okkar. Og við skulum lesa bara kannski þessi vers hérna. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Hugsa, eins og einhver sagði, ef þú ert að, ef þú getur ekki gefið með gleði, hættu þá við það vegna þess að hann vill ekki taka við því. Ef þú ert að gefa í fílu, slepptu því þá frekar. Hann vill ekki taka við því hvort þið er. Hann tekur ekki við því. Hann tekur við því sem við gefum með gleði. Þannig að þetta eru góð kennsla hérna. Svo segir Guð er þess megnugur að veiti þér alla góða gjafir ríkulega, til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks, eins og ritað er, hann miðlaði myndilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir eilíflega. Sá sem gefur sálmanninum sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sál og margfalda það. Hann mun gefa yður sál og margfalda það. Þér verði öllu auðugir og getið jafnan sýnt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Því að þessi þjónusta sem þér innið að hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinna heilögu, heldur ber hún ríkulega ávexti við að margir menn þakka Guð. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munu þeir lofa Guð. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munu þeir lofa Guð fyrir að þér haldið jafningu yðar við fagnaðareindi Krist og gefið með yður af örlæti bæði þeim og öllum. Þeir munu biðja fyrir yður og þrá yður vegna yfirgnæmanlegrar náðar Guðs við yður. Og það höfum við fengið að reyna að hanga sem við höfum gefið að við höfum eignast fyrirbiðendur. Við höfum eignast fyrirbiðendur í Pakistan, við höfum eignast fyrirbiðendur á Filippseyjum, við höfum eignast fyrirbiðendur í Afríku, Kenía og fleiri stöðum. Og Indlandi, já. Við höfum eignast fyrirbiðendur í Indlandi einnig. Og Færeyjum. Já, amen.
Þannig að þessi kafli, hann mjög magnað. Að þegar þessi þjónusta, og það þetta sem Guð sér í þessu, að við gefum, að menn lofa Guð og menn þakka Guð og menn sjá að þetta í rauninni predikun, þegar við höldum í jafninguna, að þá það predikun til annarra. En allt saman snýst þetta að við trúum Guð. Að við gefum í trú. Við gefum í trú af einlægu og góðu hjarta. Mér langar að lesa hérna að lokum fyrra kor 7, nokkur vers. Þar segir frá 29. versi, þar segir bræður, tíminn orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel þeir sem kvæntir eru, vera eins og þeir væru það ekki. Þeir sem gráta, eins og þeir grétu ekki. Þeir sem fagna, eins og þeir fögnuðu ekki. Þeir sem kaupa, eins og þeir héldu ekki því sem þeir kaupa. Þeir sem nota heiminn, eins og þeir færðu sér hann ekki í nið, því að heimurinn í núverandi mynd lífi undir lok. Mér langar að taka þetta saman og segja með mínum orðum að boðskapurinn í þessum versum að við notum það sem við þurfum en látum ekki nota okkur. Við erum ekki að láta heiminn, við notum ekki heiminn, látum ekki heiminn nota okkur, við notum það sem í heiminum Guði til dýrðar. Við látum ekki nota okkur því að fjársjóður okkar ekki í þessum heim. Hann ekki í þessum heim. Fjársjóður okkar á himni. Og hvatningin þessi að safna okkur fjársjóðum á himni. Að laun okkar sé allt sem við gerum fyrir Drottinn, við erum að gera það af því að við viljum eiga fjársjóð á himni. Ekki hér á jörðu. Amen. Guð blessar okkur á jörðu. Fyrirheitin eru þau að hann blessar okkur, en fjársjóður okkar, hann á himni. Þess vegna segir það að fórnargjafir tíum, það jafn mikill lofgjörð og lofsöngurinn sem að við lofsyngjum frammi fyrir Drottni. Þá gefum við af því sem að Guð hefur blessað okkur með. Við getum bara gefið af því sem hann hefur gefið. Amen. And I give a small testimony about that. Please. When I was at the seminar, to learn how to be trouble, the Amazon. So, Má ég aðeins túlka, kannski, eða tísa? Ég næ ekki alveg. Já, segir Þegar ég var ung, þá var ég í skóla að læra að vera Já. trúboði í Amazon. Amazon, og svo var komið tíma til að fara svona í nemyndi ferði. And then the time came to take the students out Já, to the field. og ég var mjög illa fyrir ég var ekki með nóg peninga. It was difficult because I didn't have enough money. To go just kíkja mín boka fyrir mig til Sparisess Fair. So my church paid for me to be able to go. But I didn't have enough ég var ekki með nóg peninga til að kaupa fót, svona klædna. Yeah, after you know, Yeah. the one time I needed some clothes. And ég var ung og við klædda mig vel, I was young, I wanted to have nice clothes, bara ég var ekki með nóg peninga til but I þess. didn't have enough money for that. Og svo ég sagði fyrir Guð, So I told God, Guð, ég ekki fara að stoppa að gefa mína svona tíunda Lord, I'm not going to stop giving my tithe to you to buy clothes
Guð. Mér langar að hafa svona góð fatnað til að fara í sess. Mér langaði að hafa falleg föt til þess að fara með. Til að ég geti vera svona ekki sjánt for the another room. Svo að hinir í hópnum þurfi ekki að skamma sín fyrir mig. Ja, så ég gefa tíunda mínum, Svo að ég gaf mína 10 så koma nær í ferðin svona 2 dagar fyrir. og svona 2-3 dögum áður en við áttum að fara í ferðina. Mamma mín á þessi tíma, Það var móður mín á þessu já, var að vinna, hún saumakona. Hún saumakona, hún var að vinna, já. Og hún var var sínspress. Já, hún var að vinna svona í nýju fyrirtæki. She was working in a new firm. Já, fyrirtæki sem framleiðir fólk. Saumavél. Yeah, she was a seamstress at the place where they make clothes. Yeah, so she come to me in the seminar there where ég var að læra. So hún kom til mig hérna when I was studying. Og þrjá stóra dakkafett, svona stóra ferðartaska. Yeah, so she brought 3 suitcases full of clothes. En hún sagði fyrir mig, And she said to me, sjáðu Lydia, look, Lydia, þetta kona sem ég vinna fyrir henni, konan sem ég er að vinna hjá, Gud var að segja henni God spoke to her til að gefa fyrsta svona modell fyrir hver fólk sem framleiðir hérna. to give to other people new clothes that she was producing. It was a new thing, new style. Og hún sagði þetta, Gud segja fyrir henni þetta átt að vera fyrir sí. Fyrir mig, já. Yes, and the boss told her mother, this is for your daughter. Yeah, so I have a lot of food to give, and clothes to me and for all my friends. So ég átti nóga fötum fyrir sjálfa mig og alla vini mína. Amen. And I didn't stop to give the time. Og ég hef aldrei hægt að gefa 10. Yeah. Amen. Takk fyrir það. Þá fengi ég vitnisburð það. Það stendur. Amen. Við skulum bara þakka Guði. Þökkum Guði fyrir góða veðrið í dag, fyrir alla okkar blessun og við byggjum líka fyrir systkinum okkar þar sem skortur í Jesú nafni. Það ég bygði fyrir Pakistan, ég bygði fyrir Indlandi, Faðir Guð, og ég bygði fyrir systkinum okkar í Kenya, Faðir, og Drottinn þakka þér fyrir það. Það segir í þessum versum að Drottinn sá sem miklu safnaði hafði ekki aðgáns og sá sem litlu safnaði hafði nóg. Þakka þér fyrir það, Faðir Guða. Þú hefur blessað okkur með þínu orði, með þínu lögmáli trúar í Jesú nafni. Og Faðir, við byggjum fyrir landi og þjóð. Ég bara byggjum blessun fyrir Ísland, fyrir Drottinn Reykjanesið og Drottinn okkar bæjarfélag, þessa kirkju, fjölskyldur okkar í nafni Jesú. Og gefum þínu nafni alla dýrðina. Amen. 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 Þú enda. Á ég bara enda. Á bara ljúkum við útsendingunni í dag. Ef hann ekki þegar lokið, við segjum að Jesús Kristur, hann svarið, hann lausnin. Og það ríki sem kemur eftir að þessu ríki líkur hér, heimurinn í núverandi mynd líður undir lok og þá fáum við að vera með honum alla tíma. Og það þess vegna sem við viljum taka á móti Jesú áður en að það gerist. Vegna þess að hann frelsarinn okkar. Amen. Guð blessi þig og þakka þér fyrir að vera með okkur í dag. Amen.